Playboy curse Já. Too many boobs Never enough. Nei, Þetta er hérna svo mikið bölvun, ég þarf alltaf að vippa hann út Já, og líka það fylgdi viss bölvun á hérna, þessum tímaritum á sínum tíma að blaðsíðurnar festust alltaf saman. Nei, Jú þetta var ekki það sem ég var að skrifa. We are back, baby. Á sér. Það sér að, herru, þetta heitir ekki búblur og björn fyrir ekki neitt Nei, það er satt. You motherfucker Wow, ok. Djók You slow down aðeins. Herru, fuck that, eat a bag of dicks, motherfucker Djók Hæ Hæ. Ég ætla að byrja Byrja með stæl Já, akkurat. Já, við erum bara tveir hérna aftur. Já, Þurstur er að byggja. Daði með baby Við erum náttúrulega eins og senast Já, Besta liði Við erum mennindur maður klárlega. Það Það bara stoppar okkur ekkert hérna. Ekki þú hann heldur það Try and stop me, sko. Ætlar að stoppa mig það? Ætlar að stoppa mig? Kott í mig. Kott í mig. Nei, kannski sér Ok. Fljótur sem að bakka út sko. All talk, no bark Nei, Nei, vá What? All bark, no bite. No bite. Já Akkurat. Þú veist hvað ég meina Það sjálfsögðu, ég er búin að vera að túlka þetta nógu lengi, maður. Ég geti aldrei verið vinur minn sko Já, það ekki. Ég var alveg, hvað er þetta að fucking segja? Já. Sérðu, hvað gerur? Já, með podcast? Really? Já, mitt. Þú? Ég actually þarf að tjá mig í 3 korter klukkutíma hérna. Já. Mitt. En mér finnst þetta svo fyndið sko þegar ég mitt ég ætla að vera með podcast Þá voru nokkri bara Þú? Er það samt? Já. Bara þú Ég eitthvað bara, já, ég ætla ekki að tala um pólitík Já, nei. Fuck that, sko Já. Ég nenni því ekki, sko Nei. Ég er ekki nóg klár í það Já. En ég klári í eitthvað svona vitleysu Já, alltaf. Ég get bladrað, ég get það Það er bara meðfættur eiginleiki hjá þér, sko. Já, Og bara oftar en ekki stundum gaman að hlusta á því blara mér, segja. já, það ekki Jú. Þið tala rétt Já. Já, þú veist. Það Ef þú ert ekki að tala rétt, þá get ég allavega hlegið að því, skilur við. Maður verður ekki, hei Maður verður að hlæja sjálfum sér, sko Já, hafa húmar fyrir sjálfum sér. Já, það veit hvað. er nöðsilegt. Það er bara, það er nöðsilegt Já. Herru, það styttist í að ég fara til útlanda maður Já. Hvert er þetta aftur að fara? London, baby London, baby, já. Já, Coldplay tónleika, ég get ekki fucking beðið Alveg rétt. Ég get ekki beðið Alveg Shit, rétt. sko Ætlar að fara með samstarfskonu eða? Já, það heitir Þórun Já, ok. Var það ekki Coldplay hérna síðast í skandallin hana? Jú Já. Þú ætlar ekki að fara með mannastjóranum? Nei Ég ætla En ef það kemur svona kiss cam á okkur Já. þá ætla ég að gera hamleika á hana, sko 100% Já, það. Já, Þú ætlar ekki að stökka svona frá myndavélinni. já, það bærir þetta ógæðslega En Geðveikt. það er örgulega been done, sko veist, Alls núna, staðar, það er búin að já. eyðileggja þetta veist, Já. moment hjá þeim Akkurat. Hann ætlar, veist, Coldplay kemur alltaf með þetta veist, það er bara hérna og hann syngur bara, hæ, hvað er flottur og svona Já. En ef það kemur kameran á mig þá ætla ég að íta Þórinu svona hægt út úr myndinni Ég ætla að koma með nýtt ég ætla að vera svona brosa og svo svona ítir þið hægt og rólega Svona, eins og allir sjáu það ekki að það gerist nú hægt bara. Sjá ekki með Þóru bara hvað það gera Það væri ógeðslega fyndið. Já, veist, þetta, veist, svona þetta er mér í hug Já, einmitt, veist, já. þegar það er eitthvað
eitthvað svona situation þá finnst mér eitthvað bara mér myndi finnast þetta fyndið Þórinu finnst þetta ekki alltaf fyndið þegar hún eitthvað bara hvað í andskotur með þetta og ég kalli, ég veit ekki og sér kemur svona á neppan búp þegar haustum að mér bara sjöld var fyndið að þú myndi gera þetta og ég kalli búp og hún eitthvað bara þetta ekki fyndið og ég að grenju hlátri á sjálfum mér hún bara, fyrir hvað er þetta að gera þetta? Mig mér finnst þetta fyndið þetta er mitt líf, ég að skemmta mér sko. Akkurat, þetta er svo gaman man. Gera bara svona vil, sjálfsögðu Hvaða tónleikar myndir þú þetta eru draumatónleikar mínir Coldplay, Ég er búin að dreyma þetta for fucking ever Þetta er bara við vorum 29 ég er bara, 30 þegar við erum 30 gefum okkur þetta í afmælisgjöf þá erum bara, já, geðvegt bara ári í þetta síðan allir bara 13 ár eða eitthvað 2 börn og ég var bara ætluðu ekki að gera eitthvað tíminn flaug ég bara, wow já, sko við vorum eitthvað búin að ræða þetta ég man ekki svona hvort ég sé að segja maður sama svari núna en sko, ég hef farið á Metallica tónleika ég hef farið á Prodigy og þú veist og eitthvað svona stóra tónleika þannig miðað við Ísland en mig langar að fara á alvöru Rammstein tónleika það er bara þeir eru með svo klikkað sjó þeir eru svo léleg lög þú skilur ekki neitt hvað þeir eru að segja þess vegna eru þeir léleg ok þú hast þú ert að segja veist, þú elskar mig þú hast þú bara, wow, calm the fuck down nei, þeir eru svo góðir og textatir eru ertu búin að sjá úr nýjustu tónleikunum hjá þeim? Held ekki þeir eru að tala einhverja pjöllu eða eitthvað ok I have a dick og það sko, veist, skjánum hjá þeim fyrir aftan eru bara, veist, fullt af pjöllumyndum, alvöru pjöllumyndum bara, veist, bara ljósmyndir, ok bara, veist, ekki ljósmyndir, heldur sem sagt bara stutt, sem sagt vídeo, að bara nærmynd af pjöllunum, bara, veist roast-beef pjöllum, veist, bara, veist small pjöllum, veist, you name it, sko hairy pussy, small pussy, yellow pussy apple pie pussy nákvæmlega og það var einhver veist, sem var að taka upp og hún var ekki bara zoomaði inn bara that's my pussy what? ég var ekki bara oh my god og með sko hringi út allt og í roast beefinu wow þetta var bara, veist, bara oh my god ég var bara ok ég meina, maður á ekki vona á leikskóla bara að sé þarna, sko þetta vona ekki en já, I'm craving for tacos já oi bara jók, það er komin einn í mér akkurat maður er orðin volgur, sko já, nei, þeir eru alltaf bara með þá kemur dónabirkir já, akkurat lítið perrabirkir nei, þeir eru alltaf með eitthvað svona crazy show, skilur og bara eldflögar sýningar og eitthvað með dildóin sem sprautar út veist, nákvæmlega, það er bara þú veist og þetta, þú bara fremst bara yes, notaði dildóin notaði dildóin og þú á Instagram að taka upp yes hann sprautaði yfir mér já svo þetta er draumurinn þinn ég get ekki endilega draumurinn minn ég hef fullt af öðrum tónleikum sem ég var alveg til í að fara á en ég veit ekki, ég held bara út á sjóið skilur ég held að það sé klikkað sko já, mér langar rosalega mikið að fara á YouTube og veist, ég var bara, það var draumur mér langar að bjóða bræðurum mínum fuck my wife veist, hún var bara að vera eftir og eitthvað slags og síðan sá ég það á The Sphere The Sphere The Sphere í Vegas The Sphere The Sphere, já, í Vegas og sá þá var ég bara just let it go man veist, þetta er eins og þegar menn eru að ég fara AC/DC
tónleika hefurðu heyrt hann syngja nýlega stop er enginn að það bakvið bara, herðu, þú ert ekki með röddina lengur skiptu honum út Queen gerði það þið þurftu ekki að það út af svollu AIDS Nei, það eru svo margir, ég meina bara að sjá þú veist eins og bara, þú veist Kid Rock á bara klárlega að draga sig úr sviðsljósinu Axl Rose, hefur þú séð mynd á honum nýlega? Já, er það ekki AC/DC? Nei, Guns N' Roses Já, ég er að tala um hann Já, akkurat Alveg bara svona, hann er orðinn svo feitur ennþá með klútin hérna hausinn eitthvað Ég var að tala um hann AC/DC Axl Rose, Axl Rose, já bara come on, bara stoppa Já, akkurat Þetta er svona svipað eins og við varum ennþá að gera þetta þegar við vorum 82 hérna, í therapy seat hérna Já, akkurat Podcast-terapían Fólk væri bara þið eru með Alzheimer strákar stoppið þið eru búin að tala um sama þáttir núna í 4 vikur alltaf sama topikið eða þó þú tala um eitt og ég annað Já, akkurat báður heyri ekki hverjum öðrum þetta er svo fyndið út að hérna ég heyri mjög illa og mamma heyri ennþá verð vorum einhvern tímann Þóru voru millokkar og hérna ég er eitthvað að hvísla til mömmu og mamma hvísla til mín og eitthvað og Þóru var bara oh my god þeir að tala um sikkur á hlutin sko þá var ég líka bara hún hlýtur að hafa sagt þetta já, ég til í það mamma akkurat það sama þá voru bara neina hætt að tala þeir eru ekki að tala um saman hlutin sko þetta er slæmt að þetta er kvísluleikurinn sem fór í sem krakki þar sem voru 10 manns í röð eitthvað og þeir eru bara 2 manneskjur að tala saman sko, það virkar ekki þetta er stundum erfitt sko fyrir Þórunni ég trúi því mér finnst þetta svo fyndið oh my god nei þetta er svona veist þegar maður er cursed að vera hernalaus svona ungur talandi cursed já ok þetta gekk þetta er að koma hérna sko þetta er að koma leið og þröstu kemur þá stressast ég upp greinilega já greinilega þá er ég alltaf leið bara ég er búin að þekka þig bara forever já ég veit það svo að hérna brothers hérna from another mother sem að það ekki jú from another Hollywood curses sko í Hollywood er alltaf einhver bölvun og svona sem er í kringum kvikmyndir og þætti og eitthvað svona hvort það er draugagangur eða eitthvað fólk að deyja og svona undarlegan máta ég held að ég hafi hert þetta allra fyrst þegar hérna Lísa í Undralandi what the fuck varst það Undralandi wow akkurat, nailed it perfect landing, 10 af 10 no notes shit og þá var hérna þegar The Wicked Witch of the West þegar hefur þið séð þegar eldurinn kemur og hún hverfur fyrir óralöngu síðan það er þegar eldurinn kemur reikurinn svona þá opnast sem sagt hleri og hún hoppar niður og heyrist öskur öskrið oh my god not gonna say anything ég heyri þetta sjálfur og hérna öskrið er alvöru þegar hún brendist á leiðinni niður sko. það kemur bara hún bara fyrir bara niður og síðan er þegar fólk er að horfa á þetta tilbaka að þegar þau eru svona hérna valhoppandi gula hérna stignum yellow brick toad wow þá er einhver hangandi búin að hengja sig í bakgrunn og þú geti horta á þetta
en enginn tók eftir þessu veist, á þeim tíma en þetta það var enginn sem var actually á sviðinu, enginn í klippiherberginu nei, veist, þetta er alveg way in the back okay. Veist, í skóginum er alveg svo veist, í miðjunni er alveg svo einhver sé búin að hengja sig okay. og það í langa tíma það var crew member eða veist, þetta var alveg bara alls konar sögur sko. Þetta var svona cursed þetta er fyrst sem ég heyrði allra fyrst sko. Já, ég man að rámar með því þegar að segja mér eitthvað af þessu sko en ég held að fyrsta sem ég er alltaf með hérna ekki, hvað var ekki Omen, nei hérna Poltergeist, já það var hérna litla stelpan sem að átti að hafa dáið og eitthvað svoleiðis en svo var það ekki bara eitthvað bull síðan nei var það ekki ég er ekki með þetta hérna á listanum hjá mér í dag ég er með Poltergeist sko já sko hérna það er sem sagt hérna nokkri leikarar dóu óvænt meðan á kvikmyndinni stóð já og hérna hvað er hérna Heather barnaleikonan já hún lést 12 ára gömul var hún ekki myrt af föður sinni með eitthvað nei blóðeitrun já en þetta var the rumor fyrst sko að veist hún var drepin og allt þetta síðan hérna Dominic Dominic Dune var myrt af fyrrverandi kærastan sínu stutt eftir kvikmyndina og þetta eru veist, allir segja að þetta eru orsökin út af því þegar í myndinni þegar veist, húsið fer svona niður og í pollinum og það er svona vatn og þau eru þarna syndandi og koma beinagrindur upp já, þetta voru alvöru beinagrindur og það því að það var ódýrari að fá alvöru beinagrindur heldur en props svo að þegar þið horfið á þetta þá sjáu þið manneskið þarna já, þetta er alvöru dautt fólk sko og leikarinn vissi ekkert af því var það? Nei þeir vissi ekki af því strax sko. það er kannski betra bara já, maður veit ekki en þetta er ástæðan okkur þeir halda að þetta sé cursed movie já, akkurat, já, þetta er svona fyrsta minningin mín sem að sem að hérna já, ég man að það heyrti með eitthvað svona dæmi sko og þetta er náttúrulega með því frægasta þess vegna var ég ekki svona með á listurum, ég átti vonu að þú væri með mannst þetta er Exorcist já þegar ég horfði á hana fyrst allra fyrst og þá var hérna kemur svona split second andlit svona manneskja veist, svona hvítt andlit svona og þetta er svo ógeðslega snöggt og sagan var að djöfullin hafi komist inn á filmu og veistu þetta var svo random ef þú horfir á myndina í dag þá ertu bara why okkur kemur þetta andlit það er bara svart og sem kemur bara svona smá andlit alveg ógeðslegt andlit sko. og í sko 20 ára var bara þetta var djöfullin sem var bara prentar á myndina og það í Exorcist var sko veist, það voru eldsvoðar á settinu og hérna veist, á tökusettinu leikarar slösuðust við tökurnar nokkrir ættingjar leikarana og starffólkinu lést við hérna veist, á meðan það verið að taka upp og Linda Blair sem tók lék hérna Reagan glímdi við sko hérna heilsu vandamál mörg ára eftir á og veist, þetta er bara fyrir allt eitthvað úrskeiðir saman og þess vegna var þetta a cursed movie hellað svo magnað sko þannig að við erum búin með þá Exorcist og Poltergeist svo ég með hérna, The Omen sem það er svona svipum tíma og svipum mynd skilur þetta var svona allar þessar myndir voru einhvern veginn bölvaðar á þessum tíma þetta er úrslag að fyndi sko en hérna þetta var fyndið já, ekki fólk dó hvað ertu með Omen? Hérna, sko bæði aðalegarinn Gregory Peck og svo var einhver svona executive producer eitthvað þegar var verið að taka upp þá þeir voru í sko í sikkvori flugvélinni sem lenti í eldingu já, pældi því maður
þú veist, sikkur í flugvélinu, sikkur skipti skilur það voru báðir í flugvél sem hann fekk sig eldingu og meðan voru að taka myndina og svo, já, flugvél sem átt að nota fyrir eitthvað svona aerial shot þeir hættu við á seinustu stundu við að nota þessa vél og nota eitthvað aðra vél þessi vél brotlendi í næsta flugi sem hún fór í og dóu allir borð í alvöru já, og daginn eftir það þá var eitthvað dýraþjálfi sem var að vinna á settunum var étin á tígrisdýri í alvöru þetta var allt í Omen þetta er svona þetta er svona klikkað sko já erfist til dæmis svo Passion of the Christ hún er talin já ertu með hana? ég er með hana ok, hvað? sko ég var endur ekki mikið en það er örugglega eitthvað meira sko ég er með Jim Caviezel ég er svo leikarinn maður halda að búin að smitast af mér þetta er bara flókin Caviezel og ég skrif ekki rosalega fallega heldur en já, aðleikarinn sem leik Jesú og aðstofleikstjóri urðu fyrir eldingu tvisvar leikstjórinn tvisvar Jim Caviezel einu sinni held ég sko en já, sem sagt veistu hvar hann var þegar hann fekk eldinguna? Nei á krossinum já, það? Já shit hann fekk lúnabólgu já og veist, hann var bara nærri dauða út af lúnabólgunni og eitthvað svona sem fór hann upp á hrópaði til Guðs shit það er rosalegt þú skalt sko ekki leika Guð nei, akkurat það er styrlað sko þetta er svo styrlað dæmi sko akkurat þetta er svona þá væri ég að leik nope já, akkurat bara nei, ekki meira, ég er farin í kirkjuna ætla bara að vera þar þetta er samt einn fyndnasta mynd sem ég séð sko já djók já, og mjög góð en veist það svo það var talið að þú hefur séð myndina Three Men and a Baby já. Three Babies and a Man ew Three Men and a Baby já, akkurat klipp þetta og þá í kvikmyndinni sést strákur í gluggatjöldunum og enginn sá hann ekki fyrir myndi kom út og allir voru bara hvað drengur var þetta? Hver er þetta? En enginn sá hann á settinu og það er einhver útskýring þetta var úrklippa a poster eða eitthvað okkur ætti að vera með poster on set já, bak við eitthvað kartínu þetta er eitthvað sko en ef þið kíkja á þetta er alveg þetta er spooky shit sko já, þetta er einmitt annað dæmi sem er svona einmitt ótrúlega frækt dæmi og fullt af fólki er bara, það veit enginn hvað þetta er hvernig þetta gerðist við erum eitthvað bara yes, við erum að taka þetta upp sem einhver krakki bara já, heima já, hvað er að gera þetta svo var þetta örugglega bara einhver að vinna í catering eða eitthvað sem að gæti ekki fundið badfóstru og bara eitthvað ég mun aldrei segja neinum frá þessu Pétur, hvað ertu? Já, akkurat krakkin í feluleik hefur þessi strákinn með Pétur hérna bara fyrir gluggatjöldin ég myndi aldrei segja neitt frá því sko nei, nákvæmlega, bæði upp á djókið og líka bara, þú veist, I'm gonna get fired já, nákvæmlega en ég með hérna Rebel for a cause Rebel for a cause já, James Dean Rebel for cause var hún Rebel for a cause? Rebel without a cause já, akkurat cause já, cause what's up cause Rebel without what's up cause svo, allir þrír aðalleikarnir létust ungir já
og við hörmulegar aðstæður sko. Já. James Dean dó í bílslysi og út frá því náttúrulega bílinn var bölvað líka. Já, ég með bílinn hérna. Já, ég ætla ekki að fara út í það. Okay. Þú ferði út í það. Okay. Sal Main Minoe hvað var ég að skrifa? Var stungið til bana. Ég segi bara Sal. Hann var stungið til bana. Uncle Sal. Já, og Natalie Woods drukknaði við dularfullar aðstæður. Þetta var Rebel Without a Cause. Rebel Without a Cause. Já, nákvæmlega. Já, það spooky. Ég mitt lent á þessu en ég ákvað fókus bara á bílinn svolítið. Little Bastard sem hann kallaði. En já, þetta var sem sagt 30. september 1955 og hann var sem sagt á okkur þetta var Spider Porsche og flegi ferð og endaði geggjaði bíl og endaði síðan á að keyra bara head on. Hann var ekki með þak sko. Nei, ég veit að þetta er ekki blæjubílinu sko, þetta er bara svona sportbíl sem er bara ekkert með nett þak. En fyndið sem að ég vissi reyndar ekki, maður hefur oft heyrt þess að sögu bílinn og eitthvað svona og við svona snippet hér og þar, en hann var mikið áberandi þessi bíl, því að Dean hafði verið varaður við honum áður. Vinur hans sem sagt Alec Guinness sem að lék síðan Obi-Wan í Star Wars. Átti hann bílinn? Nei. Hann sem sagt sem að lék Obi-Wan sem heitir Alec Guinness hann og James Dean voru vinir og Obi-Wan sagði honum að honum hafði liðið eins og bíllinn væri bara death í rauninni og spáði því að Dean myndi deyja innan viku ef hann keyrði bílinn og það rættist 70 síðar að hann dó. Nei. Jú, og eftir slysið þá var bíllinn bara bútaði niður í parta og seldur og það var einhver læknir sem keypti vélina og sett hann í kappakstursbíl. Hann lést í fyrsta kappakstrinum sem hann keyrði með vélina. God damn. Annar gaur sem fekk girkassan slasaðist alvarlega í sama kappakstri og auka hlutur eins og hjól og dekk og eitthvað sem lenti í slysum þegar það voru notið í öðrum bílum og bílinn var settur á sýningu hjá California Highway Patrol sem viðvörun gegn hraðakstri, fjallan af pallinum og braut fótinn á áhorfanda. Fuck. Bara gauð sem stendur alltaf á bílinn bara eitthvað fuck you in particular veltir sér fram á pallinum og bara fótbrýtur hann. Fuck you in particular. Síðan svo bíllinn settur í geymslu og þar kveiknaði einhver eldur bara og enginn veit hvernig þessi eldur byrjaði og bíllinn skemmtist ennþá meira og svo að lokum var hvarf bíllinn bara 1960 þegar hann var fluttur í flutningabíl og hefur aldrei sést síðan 1960. Fuck that sko. Við höfum átt sko a cursed bíl. Já, heldur betur. Toyota Corolla 89 Twin Cam GTI. Hvað er GTI? Grand Touring Injection. Ok, ég er svo lélegur bílum sko. Held ég. Allar, hann var cursed. Hann var fáralega cursed en samt ódrepandi helvítis kvikindi sko. Ógeðslega fyndið. Veist, þú máttir ekki keyra hann í ár, veist, út af einhverjum ástæðum. Já. Og þú bónar hann og hvernig degi. Svona nánast, já. Og veist, hann var bara veist, með svona veist, 5 cm þykkt laga bóni. Já. Ég setti kókdós ofan á þakið á honum og hún ranna af bílum sko. Þú veist, það var það vel bónað sko. Síðan á þeim degi eftir ár, akkurat ár, þá keyrður út af planinu og varst fyrir bíl. Já. En hann var nýbúinn í viðgerð, þú veist, skiptum alltaf framan í honum nýtt húdd og eitthvað og var ekki hreyfður í ár og svo bara 500 metra frá staðnum þar sem hann var geymdur, bara beint í árekstur. Veist, alltaf þegar var gert við hann þá gerðist eitthvað. Ég man sko þegar ég keypti hann á þér ég var ekki bara, ég skal kaupa hann og þá var alltaf eitthvað, veist, en reyndar á undan þessu veist, það kveiknaði í bílnum. Já, veist, eitthvað neginn, samt ég held hann áfram ganga af ferð og ég keyrði beintin á bensínstöð með bílinn logandi þá logaði úr vélinni á honum og það stóði actually eldur upp úr vélinni og vorum við ekki búin að heldur við rætt þess að sögu áður með Daða hérna, var það ekki? Nei. Ok, þetta var, ég, þú, Daði og einn annar, Gunni var það ekki? Og þetta var bara tveggja dyra bíl
Við læstum gunniðinni. Já. Hlupum allir út og skelltum svo bara hurðunum og hann var að reyna að fella niður sæti til að komast í hurðunum til að komast út og var ekki Daði fyrir aftur í bílinn til að ná í myndavél eða eitthvað. Jú, og síðan lokar hann aftur hurðinni og Gunni bara fastur inn í bílnum og eldur upp úr honum og ég hleyp inn á bensinstöðina bara klárlega gáðulegast staðurinn til að keyra inn á með lokandi bíl og bara slökkutæki og eitthvað og þeir bara já þarna og ég fer út og náma slökku í svo eitthvað og ég man svo vel eftir að einhver starfsmaður á bensinstöðinni gaf mér sleikjó held ég að því að ég var svo sorgmættur að kveiknaði bílnum mínum It's a lollipop Have a lollipop En já, samt það bara ég ætla að laga festinguna fyrir rafgeminn og hann bara, já, í gang og kerði ekkert mál. Sér þegar ég keypti hann og sér þegar ég ætla að selja hann og þegar ég var eitthvað búinn að klassa hann og búinn að gera við hann ég eitthvað bara, eitthvað ég ætla að setti sportfestingar á hann og síðan þegar ég seldi hann þá var ég bara, eitthvað ég ætla að bóna hann og sprauta festingar, tók þar af og svona, bara allt bara tipp-topp fyrir strákin sem kaupir hann síðan á leiðinni heim var ég bara ég ætla að gefa í seinast skipti var hann 100 það var ógeðslega skemmtileg allegedly kerði ég á 150 allegedly hjá smárlitinni og sé húti svona tung ég leiði þetta er nýtt og sé bara sjöblöf fór sko hútið í framrúðuna og veist spegillin í andlita á mér og gler og ég bara what the fuck þá gleymdi ég náttúrulega sportfestingunum akkurat að festa hútið þetta var eins og sagt fyrir þá sem er að hlusta að þetta voru svona pinnar sem á hvoru ofan í hútið sem þú gæst krækt sem sagt þetta er svona eins og við sjáum á þú veist gömlum Ford Mustangum og eitthvað svona anyway gaurinn kemur deginum eftir ég ekki alveg tada þú far 10 skall af gjöfin ekki þetta er bara trygging og eitthvað no problem allan, hann tók því keyrði burtu ég frétti það þegar hann lagar bílinn þá klæst hann bara leið og búin að sprauta hann þá klæst hann þetta er the curse þetta er sami bíl og ég var að keyra á Bústaðaveginum og það sem að, hvað er í Grímsbæri eða eitthvað svona lítill kjarni hérna á Bústaðaveginum varst þú með mér þá þegar við keyrðum á einhverja konu hún var í bíl sem sagt nei það varst þú þú veist ég maður ekki hvort þú varst eitthvað bara með mér eða ekki en hérna hún er svona að keyra út af bílastæðinu og keyri beint í vegg fyrir mig ég var ekki það, ég held að hún var eitt og þú veist klálega ekki mér að kenna ég er hérna á aðalgötu og hún er að keyra út af bílastæðu og bara beint í vegg fyrir mig og ég bara what the fuck og eitthvað og rík út úr bílnum og hérna og ég bara upp að henni og hún situr bara stjörf horfir bara beint fram á við og ég bara eitthvað halló og bara fæ ekkert svar og hérna þú veist svo kemur löggan og eitthvað og svo kemur ljós að hún var eitthvað ekki í lagi konan og það þurfti eitthvað fjölskyldumeðlumur að koma til þess að ná henni út úr bílnum ég bara þú veist greinilega konar sem átti ekki að vera að gera en það þurfti actually fjölskyldumeðlum til að koma á sannfærana til að fara út úr bílnum eftir ég keyrði á hana þú varst einn ég man ennþá eftir þessu þú hringdir í mig Kottu, hitti mig bjór, ég var að keyra á gamla konu og sem skelltur á mig og ég var bara what, I'm there oh my god good times man smá svona, ég veist, tala svona curses já hörðu, The Crow hvað? The Crow það var sorglegt maður 94 maður það var hérna Brandon Lee sonur Jason Lee sonur Bruce Lee þú byrjaði að segja Jason já, ruglaðist hann lést við tökurnar sko, hann var skotinn það var Alec Baldwin sem skaut hann nei, það var önnur mynd oh my god það var önnur mynd, sorry Alec Baldwin alltaf til staðar alltaf til staðar sjá þess að byssu sko. Nei, veist, hann lést náttúrulega hérna veist, þetta var veist, það er allir segja, veist, þetta var bilað eða eitthvað svoleiðis, en þetta var náttúrulega bara þetta var sem sagt hvað sem var, veist það, púðuskot sem fór í hjarta á hann það ekki, hjarta á hann
Var þetta ekki alveg byssukúla sem var svona? Nei. Það það ekki? Nei, það Alec Baldwin. Já. En það tengist náttúrulega myndin var svo sem ekki cursed, heldur það var blóðlína hjá Bruce Lee sem var cursed og þegar Bruce Lee var búin að deyja og allir bara, þetta bara linked, it's the same. Já, akkurat, var það ekki Karim Abdul-Jabbar sem draf Bruce Lee? Ha? What the fuck? What? Hvað er það að tala um? Nei, ég er ekki að djóka núna, en nei, það var einhver mynd, það var einhver NBA-gur sem ég sem sagt einhvern vondagur. Já, það er Karim Abdul-Jabbar. Já, var það ekki? Já. Og dó hann ekki eftir tökur úr þeirri mynd, eftir hann fekk eitthvað högg í sig og fekk með innvortis blæðingar og eitthvað. Herru, spurðu ChatGPT menn ég pissa. Ok. Og þá vorum við komin var ekki Karim Abdul-Jabbar draf Bruce Lee. Wow. Með svo hella stein. Kíktu á það. Ég er að tjekka. Ég er aðeins búin að skoða það var líklega ekki Karim Abdul-Jabbar, ég veit ekki hvað mynd hann lék í einhverju mynd og mótunum var það ekki. Þetta er svo fyndið. Var ekki Karim sem drap hann? Vá. Þetta held ég bara með steiktustu setningu sem þú sagt sko. Wow. Já, nei, það var líklega ekki hann, þetta var sem sagt þegar hann var að taka upp Enter the Dragon. Já. Sem að Donkey gerði í Shrek. He entered the dragon. Ég þurfti smá stund til að hugsa. Ég var bara ég þurfti smá stund til að hugsa þetta. Oh my god. Ég heitt hérna í maður. He entered the dragon. Já. He surely did. Já, en já. Don't call me Shirley. Don't call me Shirley. Já, þetta var sem sagt hérna 73. Enter the Dragon. Hann var að kvarta undan höfuðverk, fekk verkjalyf Equagesic, eitthvað sem er blanda á aspirin og vöðvaslakandi lyf. Nokkrar klukkustundur síðar mista hann meðvitund og vaknaði aldrei aftur. Sko, opinbera skýringin var heila... Er það svo ondið? Já. Ég er engin búin að pröfa að kissa hann. Throwback og af hverju kallar mig ekki vinna á líkhúsum. Oj, barasta. Já, opinbera skýringin var sérst heilabjúgur. Heilabjúgur? Já, bara heilan bólnaði upp og þrýstingu allir dögum. Já, heilabólgur. Já. Bjúgur, ég er bara bjú. Já, læknar töldu þetta væri bara ofnæmisviðbragð við þessu lyfi sem hann fékk sem sagt. En svo er einhverjar samsæriskenningar heat stroke eða þannig. Já. Lyfjatengt ofnæmisviðbragð, ofþjálfun og næring. Og svo er líka einhverju sem að halda því fram að þetta hafi verið morð af hendi kínverska glæpahópa eða pólitískra óvina. Og það er mitt, svo segir chatti hérna líka bölvun Lee-fjölskyldunar, sérstaklega það sem sonur hans Brandon Lee lést tragíst við tökur á The Crow. Tragíst. Ok, damn. Chatti slettir stundum svona enskum orðum inn í millinu. En já, þannig fórum sjóferð þá. Donkey, maður. Donkey. Enter the dragon. Yeah. Wow. Ég veist, þetta er ég er með, veist, einhverja þætti líka, sko. Okay. Hvað þú með einhverja mynd? Sko, mynd sem heitir The Conqueror, sem að ég man ekki eftir að hafa heyrt um. Conqueror? Já, hún er síðan 1956. Ok, ég er definitílega ekki síðan. Nei, ég hef örugglega ekki síðan á þetta, sko. Ég er að klikka á því að skrifa henni hvort það voru einhverju fræði leikarar eða eitthvað, en líklega ekki. En
90 af 220 manns sem unnu við myndina fengu krabbaminn. Já, 90 manns af 220 manna krúi fengu krabbaminn. Hvað voru þeir að gefa þeim að borða? Nei, málið að myndin var tekin upp í Nevada þar sem var nýbúið að vera með kjarnorkusprengjutest. Já, þetta súmynd? Já. Vá, ok. Það var allt geislavirkt. Já, bókstaflega. Það var bara, hei, það er enginn hér, tökum upp mynd. Kannski ástæða. Þetta er svona desert mynd. Já, akkurat. Fuck. Vá. 90 af 220 manns. Þetta er 40% af fólkinu fekk krabbamein. Shit, það er quick math þarna. Jaha. Vá. Ég er ennþá í alvöru. Þetta er svakalegt. Það er skuggalegt, sko. Ég man ekki eftir að hafa dottið niður á í þessu researchi að vera mynd sem að svona hátt hlutfall af krúinu lendir í ykkur svona, sko. Vá. Já. Líka, sko, það sem við vitum ekki, eins og þegar var verið að gera hérna kjarnorkusprengjur og eitthvað svona. Og þið herin eitthvað, hérna eru sólgliru. Já, horfið á þetta. Já. Eitthvað svona. Við mannfólkið erum vængir. Við erum svo, já, bara, já, algjörlega. Með svona prófanir, ok, svona smá sæt. Og þetta er eins og þegar, hérna, hydro collector, eitthvað, hérna, ringurinn. Nei, hvað Hadron Collider. Já. Large Hadron Collider. Hvað sagði ég? Ég er eitthvað kollektor eitthvað, ég blokkaði það. Ég man bara, hérna, þegar gafu yfirlýsingu bara, já, herri, við gætum búið til hérna svarthól. Já. Ég var bara, what? Já. Wait a minute. Það gæti gerst. Já, nákvæmlega, það gæti gerst. Já. Við skulum prófa þetta. Já. Og maður eitthvað bara, nei. Bara undir jörðinni í Sviss eitthvað staðar. Já. Nokkra metra undir Þið jörðinni. veitir hvað svarthól gerir, það stækkar þegar meiri massi kemur, veist. Akkurat, halló, létur bara allt. bara, veist, ef þú værir í vinnunni, það væri eitthvað bara svona, herðu, við gætum búið til svarthól, lítið svarthól, tíni, víni. Eitthvað bara svona, væri þú eitthvað bara, no. Já. Þú veist, aðrir svona yes menn bara, ok, ég til í það. Ég væri bara, fuck nei. Já. Við veitum ekkert hvað gæti gerst, en það gæti samt komið svarthól. Já, við vitum það. Það er smá prósentir þessi. Svo, veist, eins og þarna, í svona, veist, í kvikmyndum og eitthvað svona þáttum eitthvað, veist, ef það er eitthvað bara allir að deyja og þú væri bara eitthvað, that's odd. Ég ætti kannski bara skipt um vinn. Já, nákvæmlega. Þetta er einmitt, síðan er náttúrulega Glee Curse, The Glee Curse. Já. Það er náttúrulega, veist, það er held ég með því bara nýjasta. Já. Og veist, það var náttúrulega hérna Corey Montez. What the fuck? Corey, ok. Já, Corey. Corey M. Já, Corey M, thank you. Hvað er ég að skrifa? Corey Meth. Já, Meth. Já, hann lést úr Meth. Allan hann 2018. Já, ok. Hann hérna fór inn á hótelherbyggju og tók of stónustega. Skamt. Æj. Og veist, come on man. Þú veist, ekki verið að taka hérna heroin eitthvað. Já. Hæru, og síðan hérna horfðir á Glee? Nei. Ég veit hvað þetta er, en Glee var alveg, veist, the thing, sko. Já, nei, ég einhvern veginn ekki minn tilbúinlega, sko. Já, voru góð lög hana og svona. Já, maður eru örugglega heyrt eitthvað af þeim, stelpan horfði á þetta og eitthvað svona sín tíma. Corey allavega er einn af aðal The Jock. Ok. Herðu, síðan er hinn Jock. Einn af aðaleikunum líka. Hérna Mark Selling. Ég náði þessi. Ok. Herðu, hann var handtekinn fyrir barnaklám. Og hérna fór út í skó og hengdi sig. Upp og sí. Já. Hann sem sagt hérna, hann var bara fuck that, 7 ári fangisi, fuck that shit. Já. Bara, dude, þú voru komin út núna? Nei, hann hefði verið drepinn við fyrsta hálfa árinu, sko. Já, byggilega. Og síðan er hérna ein af fallegustu konunum í þessum þáttum, Naya Reeve. Já, okay. Eitthvað. N-A-U-S-L-A. Naya. Já.
Ég veit það ekki. Allavega, hún dröknaði svo bublur hún druknaði þegar hún fór út á bát með litla strákin sinn en hún bjargaði stráknum sínum en maður spyr sig, veist okkur það að fara út í, veist, þetta var bara stórt vatn, bara svona leik stöðuvatn, og bara okkur að fara út ekki í vesti með barn, sko, þú veist og krakkinn fannst, sko, einn í bátnum og síðan sögðu löggan bara, hún kemur eftir 3 daga upp á yfirborðið þegar hún byrjar að blóta nógu mikið og flyttur hún upp helvítis djöfis ekki blóting sem sagt, þegi ef hún blótar nógu mikið þá kemur hún upp þegar hún byrjar að blása út alltaf að segja Jesus Christ, maður, ekki að krakkin hann var 4, hann man ekki eftir þessu ok, þá var þetta allt í lagi sko, þetta er kannski ekki beint, ekki bíómyndir að þættir en ég rakst á Playboy Curse Playboy Curse? Já Too many boobs Never enough Nei, þetta er svo mikið bölvun, ég þarf alltaf að vippa honum út Já, og líka það fylgdi viss á bölvun á þessum tímaréttum og sínum tíma að blaðsíðurnar festust alltaf saman Nei Jú. Þetta var ekki það sem ég skrifaði það er satt ég veist helvítis bölvunir Já, akkurat Nei, actual bölvunir sem ég er með skrifað Sorry með mig maður það voru 16 sorry ég sé þetta bara fyrir helvítis bölvun ripnaði hálfblað síðan og ég get bara séð article Já, ég veit þannig ok, halda það var sem sagt það voru alltaf í hverju shit, sorry ok, shit, sorry ok það var alltaf í hverju tímariti Jesus mikið já, ég veit það, sorry ok, dragandan já, í hverju tímariti var alltaf svona centerfold, sem sagt, svona aðalgælan í hverju tímariti að 16 Playboy og svona centerfolds hafa dáið fyrir 50 ára aldur fyrir 50? Já, það er meðal Anna Nicole Smith til dæmis, sem er svona kannski frægust af þessu en 16 hafa dáið fyrir 50 af þeim sem hafa setið fyrir svona centerfold damn Jú, ok, það voru 1000 stelpaðar sem hafa setið þarna fyrir en þú veist, en samt, þetta er svolítið mikið Var eitthvað blý í þessum gerfibrjóstum? Það gæti verið Saggy tits Þeir eru 50, hvað er það? Já, einmitt ef það er fullt af blýi þá var það sagging líklega Oh my god, þetta er að fara út í Það er komið út í algjörða villisum aður Takk til takk maður, við erum að tala alveg Já, people died man Herru, veist, þetta er hérna different strokes Já Ég ætla að reyna að vera alvarlegur hann sko leið og ég setti upp á það er fínt með þessu Playboy já, akkurat different strokes 78 til 80 akkurat þegar þú var stúlingur já, einmitt, akkurat þannig, barnastjörnuna átti erfitt og veist, sorglega ævi veist, Dana dór hérna ofstórum skamti Todd átti við fíkn og lagaleg vandamál að stríða hann var í veist, svona, veist,
Legal trouble eitthvað. Já. Svo fyrir different strokes maður. Todd átti við fíkn og hérna Gary glímdi við, veist, ég bara með fyrir nöfnin hinn, ég bara ég rugglast alltaf, sko, allan að Gary glímdi við, sko, fjárhagsvandamál og lést 42 ára eftir eitthvað fall og datt afskið veist, veist, ég var ekki búin að heyra þetta áður, sko, different strokes hver kom með þetta nafn? Ég veit það ekki, þetta hvað 78 sagður? Já, 78 til 88 Já fucking geggja, hvað er að skýra þáttinn? Different strokes Já oh my god, ég hef ekki séð þetta þátt, sko. Nei, maður veit hvað þetta er en ég man ekki eftir að snókt um að sé það á samt, sko. Nei, wow. En maður er alveg heyrt af þessu. Komið einhver galsíman. Já, klárlega Sko, ég er ekki með mikið meira í viðbót Nei, ég er með einni viðbót. Já, en ég rakst á The Oscar Curse. Bíddu Oscar Curse er þegar einhver fær Oscarinn og leikur aldrei meira eða eitthvað það eru tvennskonar, sko. Okay. Það var einmitt það að svona bara geggja stjörnur fá Óskarsverðlaun og svo bara detta niður hlutverkin fyrir þau, skilur Halle Berry Cuba Jr. Bubba Gump Cuba Jr. Hvað heitir hann? Cuba Gooding Jr. Já. Það sem ég sagði. Akkurat. Nákvæmlega eins. Og hvað heitir hann sem hann er pianist? Nefið. Ertu ekki að meina hann? Jú. Hann líka ekkert mikið eftir þetta. Já, hann hefur samt bara verið í svona frekar dramatískum myndum síðan allavega, sko. Hann vann aftur Óskarinn út af einhverju svona Holocaust shit, sko. Já, akkurat. Hann getur leikið the shit out of Holocaust, sko. Já, akkurat. Ógeðslega góður leikari. Já. En já, það er, til dæmis það, en svo annað að leikonur sem vinna Óskarsverðlaunin, þær skilja eða er haldið fram hjá þeim mjög stuttu eftir Óskarsverðlaunin. Sandra Bullock. Sko, ég með lista, þetta var ógeðslega langur listi sem ég fann. Sem allir voru bara, veist, að halda fram með konunum meðan þær voru að vinna. Nei, þú veist, eftir að það er unnu Óskarinn, þá var hann hvort haldið fram hjá þeim eða þær lendi skilnaði stuttu eftir að það er unnu Óskarinn. Þær koma heim með einhvern annan mann sem heitir Óskar. Og og mennið er bara, ok. Já, akkurat. Þú ert of góð með þig. Já, akkurat. Fucking leaving you, bitch. En já, þetta var sjúklega langur listi. Það var mjög fullt af konum hana sem ég veit ekki hverjar eru og þetta var bara of langur listi til að telja hann allan upp hérna. Það var í 41 kona á þessu lista minni mig. Jesus. Kallmenn, do better. Já. Nei, Joan Crawford, hún vann 46 og skildi 46. Elizabeth Taylor vann 61, skildi 64. Julie Andrews, sem leik Mary Poppins, vann 65, skildi 67. Elizabeth Taylor aftur vann hún 67 og skildi 76, þannig að hún reynda svolítið langt á milli. Barbara Streisand vann 69, skildi 71. Gina Davis 89, skildi 90. Og já, þetta var minnir einmitt að hún hvað sagði hann? Sandra Bullock. Sandra Bullock, já, var hérna líka á svona lista. Hún var hrósunum svo ógeðslega mikið í Óskarnum. Já. Hún var að taka á mótum með að hann vissi að hann var að dýfa pinnunum einhvers þar annars. Já, akkurat. Þetta var einn hataðasti maður í heiminum bara í langan tíma eftir þetta, sko. Sandra Bullock. Akkurat, bara America's sweetheart, sko. Hvernig getur þú verið eitthvað bara ég ætla að fá einhverja tattoo-hóru Já. Þú ert með Sandra Bullock heima. Já. Ef hún er bara of upptekin í mánuð býttu í mánuð. Já. Come on. Fucking kiftu bara í pennaðinn, skilur nota klístruðu Playboy blöðin. Nákvæmlega. Horfðu á Different Strokes. Já, horfðu á Different Strokes. Oh my god. Þetta er ekki flókið, sko. Nei. Þetta er ekki, come on. Akkurat. En það er önnur curse með Óskarinn. Allir sem fá Óskarinn deyja, sko. Ha? Eventually. Hvað segirðu? Já.
á einhverjum tímapunkti muni alltaf Jesus Christ Þetta ætla ég ekki að fara í leikarabransan maður Nei, já, þá getur þið lifið aðeins hérna lengur sko Ég dey bara Herru, The Twilight Zone Já, ég sá þetta einhvers staðar, ég var ekki með á listanum 83 Já, Þetta er kvikmyndin sem sagt. já Leikarinn Wick Morrow Ég náði að lesa þetta Já, Og 2 börn létust í þyrlusleysi já Í, calm down Sorry Þú veist, bara brjálar Þetta er, hefur þið heyrt þetta? Veist hvernig er þetta gerist? Eins og ég sá þetta koma upp, ég er svona hoppaði svolítið yfir þetta sko, bara, en ég lasi þetta nú ekki Þetta er hann átti að halda á 2 börnum veist, náttúrulega börnum voru búin að leika veist, alltaf daginn og það átti ekki að vera þarna og þyrlan átti að veist, sveima yfir þau, yfir vatninu veist, þetta var bara veist, okkur átti leikararnir ekki áhættuleikararnir að fara í þetta Akkurat. Leiksturinn bara áfram með þetta og síðan bara hrapar þyrlan bara yfir þau Jesus. og veist, afhausar þau all Nei, með spaðanum bara Já Shit Þetta er alveg bara þetta er brútal Það er brútal erfiður vinnudagur hana Já, pínu kemur til yfirmannsins heyrðu Já, hann stanna þyrlan aðaleikaninn og töpöð við erum í vandræðum við þurfum að ríkasta Já, Jesus Christ Nei, þetta var smá dakk Já En þetta hefur verið erfið vinnudagur Þetta var erfið vinnudagur, klárlega Ég var þetta með eitt kannski ekki með Hollywood en langar að spyrja það svolítið ertu með eitthvað meira? Nei, þetta var senast hjá mér Ég ákvað enda á dark shit á downer sko Já, nákvæmlega Sko, ég heyrði þessa spurningu nefnilega og með varst hún svolítið góð Sko, ef að kona þetta var fyrir, 300 árum síðan eða eitthvað Já, nei, maður veist þá ætla ekki að hlusta Nei, ok Þetta var fyrir 300 árum Já Nei, segjum það að við erum 1800 og eitthvað Nei, maður ekki Þetta er kona, hún á 8 börn Já. og er ólétt af 9. barninu Þetta er bara svona hypothetical Ok, þetta er alltaf mikið af börnum Já, sko, 3 af börnunum eru heyrnarlaus 2 af þeim eru blind og 1 barnið er andlega fatlað og konan er með syphilis eða sárasótt Ok Myndirðu segja henni að fara í fóstureyðingu? Ef hún geti það Þú ætlar að enda þáttinn á þessari spurningu Já, eða myndirðu mæla með því að hún myndi ekki eignast þetta barn? Já Ok Veistu hvernig hún drast? Í fóstureyðingu? Já Beethoven Ha? Beethoven Nei Jú Þetta var mammans Beethoven og hún var ólétt af honum Nei Jú Svo hún fór ekki í fóstureyðingu? Nei Hann var heyrnarlaus? Já Já En samt eitt stærsta tónskáld allra tíma Ok, semst að maður á ekki að fara í fóstureyðingu Greinilega Út af því að það gæti komið einhver snillingur Já Eins og þú Gæti gæst, já sko Og ég sem átti að fara í laki allan dæman Það var í lakið Oh my god Davíð On that note Þetta var flott Það hefur hefi klipping á þennan þátt maður Nei, ég ætla ekki að klippa neitt Takk fyrir þetta, bye